Eitt stærsta málið í komandi alþingiskosningum án efa Evrópusambandið og hvort hagsmunum landsins sé best borgið innan eða utan sambandsins. Við heyrum nokkrar spurningar Evrópusambandið og leitum svara við þeim hér rétt á eftir. En 15 árum eftir gildistöku EES-samningsins umræðan Evrópusambandsaðild orðin hávær. Kjósendur eru margir tvístígandi kosti og galla ESB og finnst greinilega mörgum spurningum ósvarað. Benedikt Jóhannesson og framkvæmdastjóri og Ragnar Arnalds formaður Heimssýnar ætla að ræða máli hér rétt á eftir við Þóru Arnórsdóttur. En fyrst skulum við heyra hvaða spurningar það eru helstar sem að brenna á fólki Evrópusambandið. Hvað langar þig að vita Evrópusambandið? Já, ég myndi helst vilja vita hvað í boði og hverju þurfum við að fórna og hvað fáum við í staðinn. Og hvað mikilvægast þegar við verið að meta þessa hagsmuni þjóðarinnar? Já, það náttúrulega bara landið okkar, auðlindirnar, finnst mér. Hvað okkur býðst og hvað ekki býðst. En ég vil helst halda bara í allt sem íslenskan landbúnað. Grænmetið okkar, fiskin okkar, kjötið okkar, allt. Við erum lítil þjóð, við erum bara rúmlega 300.000 manns. Við verðum að varðveita okkar þjóðerni, okkar ekta. Mér langar að vita hvað tekur langan tíma ef þyrfti að auka við loðnukvótann. Hvað myndi taka langan tíma fyrir Evrópusambandið að auka við loðnukvótann? Til dæmis ef við erum að veiða, ef við myndum finna loðnu eins og í dag þá tekur það kannski 1 sólarhring fyrir hafra og auka kvótann. Myndi það ekki taka 4, 5, 6 daga fyrir Evrópusambandið sem jafnvel of seint? Mér er þetta gott að vita í sambandi við innflutning á landbúnaðarvörum. Samkeppnisstöðu þess við íslensk grænmeti. Eða réttara sagt íslensk grænmeti miðað við erlenda innflutta vöru og náttúrulega aðra landbúnaðarvörur. Hvort að svo afstaða embættismanna og rauninni sambandsins sjálfs að það sé ekki möguleiki að taka upp evru nema fyrst ganga í sambandið og fara svo í freka langt aðlögunarferli. Hvort að sé virkilega þannig að 300.000 manna þjóð sem hluti af Evrópska efnahagssvæðinu og búin að vera í samvinnu við þessar þjóðir lengi, hvort það sé ekki einhver leið fyrir okkur að koma upp evru hraðar. Bara hvort við verðum gleypt inn í þetta eitthvað miðstýrða batteri. Ráðum engu, missum bara allt. Í heiminum skortur nú þegar og vaxandi skortur á þessu. Matvöru, ferskvatni, landrými. Á Íslandi ógnótt af drykkjarvatni, ferskvatni, matvöru, bæði landbúnaðarvöru og sjávarútvegsvöru og öðru sem ég nefndi áðan. Þá spurningin, hvers vegna ættum við þá að fara og kannski hugsanlega gefa þetta langt undir samvirði þegar allur heimurinn í þörf eftir akkúrat þessu, einmitt núna. Hversu mikil áhrif getum við haft á þær ákvarðanir sem okkur varða innan Evrópusambandsins? Ég myndi fyrst vilja fá að vita hvort það einhverja ástæða fyrir því að við ættum ekki að fara í aðildarviðræður. Ég get ekki séð neina ástæða fyrir því að við ættum ekki að fara þó sumir en sjálflega vilji það ekki eða hafa enga sérstakan áhuga á því. Og það sem kannski truflar mann einna mest eða það sem hefur verið mest í umræðinu, það einmitt þetta í sambandi við auðlindir okkar eins og orkuna og fiskinn. Það í raun og veru, minnst það ekki líka bara að vera á hreinu, hvað þeir geta mikið stýrt þar og stjórna. Velkomnir Ragnar og Benedikt, ef við byrjum á þér, þú hefur gengið svo langt að spá öðru hruni. Gangi Ísland ekki í Evrópusambandið. Hvað það nákvæmlega sem þú telur að sé svona mikilvægt að það skipti sköpum fyrir land og þjóð? Já, vandi Íslands núna sá að landið hefur ekki traust í alþjóðasamfélaginu. Það bara því miður þannig að eftir bankahrunið, þar sem að við gátum ekki lengur borgað okkar skuldir, að nú höfum við ekki borgað neitt frá því í október í fyrra. Við þurfum á meiri peningum að halda og alþjóðasamfélagið segir nei, við viljum ekki lána Íslendingum neitt. Við þurfum á peningum að halda þó ekki væri nema til þess að endurfjármagna þær skuldir sem við höfum, bæði bæjarfélög, orkufyrirtækin og ýmis íslensk fyrirtæki. Íslensku bankarnir nýju sem við ætlum að stofna, þeir þurfa allir fjármagnun erlendis frá. Ef við fáum ekki þetta fjármagn, og ég held að sé veruleg hætt á því að við munum lenda í vandræðum með því að það endurfjármagna okkur, þá það vantar allt súrefni í hagkerfið
og ef það ekkert súrefni í þessu hagkerfi, það að segja engir erlendir peningar, að þá getur þetta hrunið. Þess vegna verðum við að einbeita okkur að því að byggja upp nýtt traust og eitt hluti af því að byggja upp nýtt traust að segja við gefum ekki frat í alþjóðasamfélagið, við viljum ganga til viðræðna við okkar nágranna og vinaþjóðir og við viljum fara eftir sömu leikreglum á þeir. Stórt skref í þá átt væri að hefja viðræður við Evrópusambandið og segja við ætlum að undirgangast þær reglur sem að til dæmis gilda í sambandi evruna. Þetta langklöp, við erum ekki að tala að þetta bjargi neinum stundarvanda. Það verður mjög erfitt á Íslandi næstu árin. Þetta snýst það hins vegar að hafa þau næstu ár sem verður erfitt hérna sem allra fæst og þess vegna segi ég held að ég hafi brugðist, ég held að mjög margir aðrir hafi brugðist með því að vara ekki við bankarhrunnu í haust, vara við hvað gæti gerst. Ég hafði reyndar ekki hugmynd að þetta yrði svona alvarlegt, en maður hefði getað sagt hlutina herra þá. Nú vil ég ekki gera að það sama gerist aftur. Nú vil ég vara fólk við og segja við höfum tækifæri, skulum ekki glutra frá okkur bara meðan við erum hér að hugsa málun og spekulera. En nú eru margir sem segja býttu við skulum aðeins stoppa, við erum á hnjánum eins og einhver sagði. Evrópusambandið miklu meira en bara gjaldmiðill. Af hverju þetta eina lausnin? Já, sko, við höfum tvær lausnir. Við höfum samfélag þjóðanna, þar sem við höfum Evrópusambandið og við höfum einangrun eins og við erum með núna með íslenskri krónu. Og hvort viljum við verða það sem ég kalla Kúba norðursins, þar sem við höfum ekkert pólitískt bakland. Við höfðum lengi vel Bandaríkjamenn sem okkar pólitíska bakhjarl. Við höfðum Norðurlöndin sem okkar pólitíska bakhjarl. Nú reyndi á hvort tveggja í október og hverjir stutt okkur þá? Hvorugir þessar aðila, menn biðu bara eftir því að alþjóðasamfélagið gengi inn í formi alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Förum betur aðeins yfir það sem við teljum okkur þurfa að fórna á eftir. Ragnar, konan sem talaði þarna síðast, hún spurði hvers vegna getum við ekki farið í aðildarviðræður, fengið að vita hvað okkur býðst og síðan tekið afstöðu. Hvað mælir gegn því að fara í aðildarviðræður? Jú, sko, fyrst vil ég nú bara vekja athygli á því að í öllum skoðanakönnunum sem hafa verið framkvæmdar núna á þessu ári, þá hefur komið skýrt fram að meirihluti þjóðarinnar andvígur því að ganga í Evrópusambandið, að lúta yfirráðum Evrópusambandsins. Og mér þótti svona svipurinn á þessum spurningum sem hér komu áðan vera mjög einmitt í þeim dúr. En spurningin stendur samt eftir aðildarviðræðurnar. Og ég segi það sko að þegar að þetta kannað, þá yfirleitt meirihluti á móti núna. En það þegar að spurt viltu fara í viðræður? Þá verður fólk jákvæðara og tekur undir það oft á tíðum, þó að vísu stundum séu bara hreinlega menn á móti því að sækjum aðild, meirihlutin. Ég segi fyrir mig sko að ég hef ekkert á móti því að fara í viðræður við Evrópusambandið, kanna hvernig málin standa hjá þeim. Ég hef sjálfur tekið þátt í að fara til Evrópusambandsins og ræða þessa mál við æðstu ráðamenn þar. Þannig að þú hefur ekkert á móti því að það væri farið í aðildarviðræður? Nei, býttu við. Það regin munur á því að ræða við æðstu ráðamenn Evrópusambandsins eða sækja formlega inngöngu. Það þarf að vera staðfastur vilji þjóðarinnar og staðfastur vilji meirihluta alþingis að þeir vilji ganga inn og hverfa undir yfirráð Evrópusambandsins til þess að við getum farið að sækja Þetta flókin aðlögunar ferill sem að við göngum inn í ef við förum þarna inn. Já, en stígum skref tilbaka, þar að segja að þú segir... Já, loðum mér aðeins að klára þá. En bara þetta með aðildarviðræðurnar? Já, ég álít sem sagt að ef við erum ekki sannfærð það sjálf að við viljum ganga þarna inn og það ekki meirihluti á alþingi fyrir því og síðan farið að undirbúa samning, við erum að draga þá þarna á asnaeyrunum, kannski 1 eða 2 ár eða eitthvað þess áttar, 3 ár og síðan hafnar þjóðin samningunum. Þá segi ég, þá værum við í miklu verri stöðu heldur en ef við hefðum aldrei hafið þessa vegferð. Þetta nákvæmlega það sem normenn hafa gert og þeir hafa lent í skammarkrokknum hjá Evrópusambandinu vegna þess að þeir hafa dregið á asnaeyrunum og síðan hefur þetta verið tvívegis fellt, það alltaf byrjað upp á nýtt
og Norðmenn hafa fengið verri samninga og verri viðtökur í Evrópusambandinu heldur en við vegna þess að þeir fóru þessa leiðina. En ef það væri ljóst að meirihluti þjóðarinnar vildi fara í Evrópusambandið, þá verður tilbúin að sjá hvað kemur út úr slíkum samningi. Ég myndi ekki mæla með því, en ég er að segja það að þetta að fara bara í viðræður, sko, það er eitt en að segja ég vil ganga inn í Evrópusambandið og hefja umræður aðildar umsókn, það er allt annað og miklu alvarlegra skref og fólk verður átt að segja á því að við getum þetta kannað alveg til fulls hver er hugur Evrópusambandsins og hvað myndum fá út úr því einfallega með könnunar viðræðum og það, ég er alveg samferður að hvaða ríkisstjórn sem við fáum eftir kosningar mun fara í einhvers konar viðræður samskipti okkar við Evrópusambandið. Það er bara sjálfsagt mál og ekkert við það aðtuga. Án þess að sækja endilega formlega aðild. Kom aðeins að þessari spurningu sem liggur alltaf í loftinu, Benedikt, hverju eru að fórna? Það er, auðlindirnar eru oft settar undir einn hatt, fiskur, orka, olía. Er þetta rétt skipting? Hverju eru við að fórna, bara svona hreint út sagt? Mér finnst þetta athyglisvert að menn Ragnar segi það að við séum í skammarkróknum að því við erum í nákvæmlega sömu stöðu og Norðmenn, gagnvart Evrópusambandinu. Báðar þjóðirnar eru á evrópska efnahagssvæðinu. En við erum aldrei búin að hafna samningi. Nú þegar, nei, en við erum nefnilega í nákvæmlega sömu stöðu eins og Norðmenn. Bara við erum bæði í evrópska efnahagssvæðinu og það er nákvæmlega sama réttarstaða okkar gagnvart Evrópu. Í dag, já. En það var það ekki, sko, þetta á sínum tíma. 94 líka, jú, þannig að það er ekki allt satt bara þó einhver segi að það sé satt. Gagnvart auðlindunum sem við talum, það er engin sameiginleg auðlindastefna í Evrópusambandinu. Það er sameiginleg fiskveiðistefna í Evrópusambandinu. Bretar hafa yfirráð yfir sinni olíu, Þjóðverjar hafa yfirráð yfir sínum ám og vötnum og rafmagni, kolum og svo framvegis. Það er engin sameiginleg auðlindastefna. Við erum ekki í neinni hættu það að fórna hér hvorki núverandi auðlindum í rafmagni, hitaveitu eða væntanlegum auðlindum þegar við finnum olíuna fyrir austanland. Þetta verður ekki á okkur tekið. Fiskistofnarnir hins vegar öðruvísi. Hvers vegna er sameiginleg fiskveiðistefna? Það er vegna þess að fiskarnir synda til í sjónum, virða ekki landamæri og menn vilja hafa sameiginlega vernd. Það held ég sé skynsamlegt fyrir okkur að taka þátt í sameiginlegri verndarstefnu og það er það óháð þessari aðild eða ekki, en bara svo með skiljið að af hverju er þessi sameiginlega stefna, það er vegna þess að það eru sameiginlegir stofnar. Nú við semjum nú þegar ýmsa sameiginlega stofna, til dæmis við Norðmenn. Ég treysti okkar mönnum mjög vel til þess að geta samið með þessa sameiginlega stofna við öll þau ríki sem hagsmuna eiga að gæta. Án þess að rústa sjávarútveginum hér? Já, vegna þess að það breytist ekkert rétturinn til þess að veiða í íslenskri fiskveiðilögsögu við það að ganga í Evrópusambandið. Það kom einhver ný skip hérna inn við það að við göngum í Evrópusambandið. Við getum haldið okkar núverandi fiskveiðikerfi alveg nákvæmlega. Það var hins vegar mjög góð spurning sem kom hérna með einn maðurinn í sambandi við loðnustjórnunina. Menn hafa bent á það að hér geta menn ákveðið þetta á örskotsstundu bara með við núverandi upplýsingar. Þetta er eitt af því sem við þyrftum að hyggja að við samningaviðræður, að tryggja það að þetta verði hægt að gera með sambærilegum hætti, en við höfum ekki að gefa okkur það fyrirfram að það sé einhverju bjánar sem stjórna þarna Evrópusambandinu. Ég held að séu skynsamir menn bara rétt eins og stjórna á Hafrannsóknastofnun núna. Ragnar, í ljósi ástæða þess að Evrópusambandsumræðan er svona hávær núna, er fyrst og fremst gjaldmiðillinn. Hvaða leið höfum við, það er talað evruna, hvaða leið viljið þið fara í því heimsýnumenn sem eruð á móti Evrópusambandsaðild? Hvaða mótvægi hafið þið á móti evru? Evra verður ekki tekin upp næstu 8-10 árin. 4 ár segja bjartsýnustu menn. Já, það er bara fjarstæða. Við uppfyllum ekki eitt einasta skilyrði og frá því að evran kom í gagnið fyrir 10 árum síðan höfum við ekki uppfyllt öll skilyrðin samtímis. Þannig að við erum frekar að fjarlægjast að uppfylla þessi skilyrði á næstu árum heldur en hitt. Og ég spyr bara, ef að menn ímynda sér að evran bjargi okkur, af hverju bjargar hún þá ekki þessum ríkjum sem er að bíða eftir að taka upp evru? Ef það væri svona einfalt að hér sé þetta skapa stöðugt gengi krónunar meðan að beða þeir eftir evru og
eins og Björgvin bankamálaráðherra sagði í gær þarna í sjónvarpinu að þeir eiga bara að lyfta genginu þarna hjá ESB. En ég meina Eistar, Lettar, Litháar, Ungverjar, Pólverjar, allar þessar þjóðir eru í standandi vandræðum með sinn gjaldmiðil, rétt eins og við, og eru þeir þó í þessu ferli hjá Evrópusambandinu. Menn segja, sko, Evrópusambandi, það bara borgar brúsan og hjálpar okkur að lyfta þessu. Þetta bara blekking og ekkert annað. Evrópusambandi borgar ekki neitt. Sko. Finnst þér við ekkert hafa að sækja inn í Evrópusambandið? Já, við skulum bara afgreiða þetta fyrst, sko. Ég vek á því athygli að ef við ættum að fara að tengja okkur við evruna núna, og þá myndum við til þess að halda henni fastri við evruna, þá erum við að skattgreiðendur hér og Seðlabankinn á Íslandi, hann að punga út stöðugt. Það myndi kosta okkur gífurlega fjármuni og það ekki Evrópusambandi sem að hjálpa þessum þjóðum. Allar þessar þjóður sem ég nefndi hérna áðan, þær eru á leiðinni til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Í öllu falli eru Lettar þegar komnir og Pólverjar á leiðinni og Ungverjar eru komnir. Þannig að Evrópusambandið engin bjargvættur í þessu. Svo vildi ég bara aðeins þá víkja að hinu í sambandi við auðlindirnar. Sko samningsrétturinn gagnvart öðrum þjóðum, hann flyst yfir til Evrópusambandsins við aðild. Það alveg hreina línur. Við erum hérna með, eins og hann nefndi hérna áðan, með flökkustofnuna. Það eru 30% af veiðirétti hér og verðmæti sjávarafurða sem eru þessi flökkustofnar, kolmunni, síld, loðna og allt þetta. Hér árið þá sögðum við viljum veiða hérna kolmunna eins og aðrir og hófum að veiða kolmunna. Evrópusambandið sagði þið getið fengið að veiða 20 tonn. Við neituðum því, það var ekkert samið í 10 ár og eftir 5-6 ár og eftir mikið þref þá erum við komnir upp í það að geta veitt 150.000 tonn. Þetta alveg saman með makrílinn núna. Ef að við hefðum ekki samningsréttinn yfir fiskveiðunum. Þú segir einfaldlega okkur betur borgið og fiskinum, það við erum betri samningsstöðu utan en innan. Ef nú styttist í tímanum, Benedikt, þú hefur farið fyrir svona þverpólitískri hreyfingu má segja, einhvers konar já-hreyfing. Erum við í einhverju keppni við tíman? Nú eru 15 ár síðan EES-samningurinn var tekinn. Ég held að það sé nefnilega þannig að við erum í mjög alvarlegri keppni við tíman. Ég held að hér geta menn rætt þessi mál mjög lengi, skoða, spekulerað eins og Ragnar boðar hér, en akkúrat núna hverju ætlar Ragnar að svara ef við fáum bara enga peninga? Ef að hér verður það sem kalla annað hrun, það sem að það leggjast hreinlega af bara öll starfsemi hérna, öll helsta starfsemi á landinu, það verður fólksflótti. Ég ætla ekki að bera ábyrgð á því að það gerist bara vegna þess að við neituðum að ganga til samninga við alþjóðasamfélagið. Við höfum ekkert sett upp. Það alveg hárrétt að það eitt að taka upp erlendan annan gjaldmiðil, það bara hluti af tækinu. Við þurfum líka, það fyrir okkur ekkit ábyrgð, það fyrir okkur ekkit aga í hagstjórn. En má ég svara þessu? Því miður að þá komumst við ekki lengra. Já, þú verður að lofa mér að svara þessu atriði að ég álít ekki að við þurfum að taka meiri lán en við verum þegar búin að taka hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Við höfum lítið notað af því fé og notum vonandi sem allra minnst að því. Þetta mál snýst ekki einhverjar stórfelldar erlendar landtökur til viðbótar, heldur bara einfaldlega það að við þurfum auðvitað að standa við okkar skuldbindingar, við eigum að losa okkur við jöklabrefin og síðan eigum við að framleiða okkur út úr vandanum. Og það gerum við best með lágu gengi myntarinnar sem við búum við og það gerum við í dag. Takk fyrir þetta, Benedikt og Ragnar. Komumst ekki lengra.